núna, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Shit. Ok, hvað var það? Þú drögnin! Hann koma. Já, við erum velkomin í bíóbílinn, það Arnar Heimir Klundur sem mæta ykkur að þessu sinni. Við fórum á Dunkirk sem nýjasta mynd eftir Christopher Nolan og fjallar björgunarleiðangur breskra hermanna frá Strönd. Vinnum sem staðsett á Frakklandi. Já. Ég ekki svona þessi history buff ekki heldur gæi og heldur ekki svona Heimir, please stríðsmynda nörd Svo en þetta fjallar sérst bara það að það verið sérst það búið að vera blokkerað á óvinunum og mér finnst einmitt mjög áhugavert í þessari mynd að það aldrei fjallað hver óvinurinn, það eiginlega bara sagt óvinurinn, það stundum kallað Jerry en það aldrei sagt beint að það sé Þjóðverjar. Já. Hann eiginlega ósýnilegur, þannig séð, fyrir þann flugvélarnar og já. En annars þetta svona eins og force of nature óvinur, þannig séð. Svona stærstu nöfnin í þessu, það að segja hvað leikara var það Kenneth Branagh, Tom Hardy, hvað heitir hann, Cillian Murphy eða Cillian Murphy? Cillian Murphy. Fyrir því bara fram, já. Og svo rataðist óvart Harry Styles inn í þessa mynd. Hann leikur einhvern mann og verður örugglega lofaður fyrir þetta. Þetta er svona hans fyrsta raun í kvikmyndabransanum með svona alvöru hlutur. Það hverju nú run á One Direction? Já. Ok. Svo Mark Rylance í þessu líka og já, svo það eiginlega einn gaur sem tæknilega séð aðalhlutverkið en við veitum ekki hvað hann heitir. Þetta svona einhver nýri leikari held ég. Ég held að hann rataði bara einhvern veginn á sett og bara lendi einhvern veginn í myndin og það náði ekki nafninu hans. Já. Það mín kenning allavega. Christopher Nolan bara, ég vil fá eitthvað svona sem við þekkjum ekki í myndinu að einhverjum ástæðu. You, the man peeing on that wall, get over here. MTV Cribs bara með Dunkirk. Já. Hann bjó á ströndinu. Þetta raka af hann og allskeggið. Hvað ég var að segja, ég var að byrja að segja að þetta komið ekki eða eitthvað, ég veit ekki, við getum verið við sem ólíka skoðanir, ég þetta skildi. Já, þetta er góð mynd. Já, við þetta sé góð mynd eða já, við maður byrja á því að tala þetta sé góð mynd. Já, ég skal byrja. Já. Við bæði. Ok, sko málið að það eiginlega engin söguþráður þannig séð, heldur fjallar þetta bara þessa björgun og þú maður að fylgjast með rosalega mikilli bugun. Þetta þessi atburðarás bara. Það svona mikið, ef þú vilt finna fyrir eitthvað skona þunglindi eða vonleysi þá gott að horfa á þessa mynd. Og þú veist, það lítið af bjartsýni endilega þegar maður lappar út úr kvikmyndahúsinu. Ef þú vilt fá PTSD við þá horfa kvikmynd, þá þetta rétt að kvikmyndin. Það engin von fyrir mannkynið. En svona stærstu góðu punktarnir við þessa mynd líklega hljóðheimurinn. Já, hann mjög góður. Hljóðheimurinn mjög sterkur. Og Ég hef ekki neitt. Því að mér finnst hún vera einhvern veginn hönnuð á svipaðan hátt eins og hryllingsmyndir. Það sett rosalega mikið í það að reyna að búa til mjög góðan hljóðheim með öllum skotum, með öllum flugvélum og þegar þau eru að koma nær þá svona Myndum við dálítið á TIE Fighter og Star Wars eitthvað, þau hljóma svo óbeð eitthvað þegar þau flugur framjá.
Mér fannst Christopher Nolan og mér fannst hún takast mjög vel að svona koma manni inn í þessar aðstæður í myndinni maður líður alveg eins og maður gæti verið inn í þessum aðstæðum þegar maður horfir á myndina við förum alveg ofan í vatnið og við finnum fyrir þrengslunum í einhverju skipi og allt svona þannig að þessi mynd svolítið byggð upp frá persónu ákveðna karaktera þannig að við upplifum mjög sterkt stríðið í rauninni, svona áhorfendur þannig að við sjáum ekki mikið svona fjarmyndir af einhvern veginn sprengingunum og öllu þessi dóti heldur við erum inn í bátnum, við erum inn í orustu vélinni og þannig að undir sjónum já, veit ég ekki hvað maður á að segja mikið, þetta er Christopher Nolan mynd, hún er mjög vel gerð, eins og Arnar var að tala um áðan, hljóðheimurinn er mjög sterkur, hann er sennilega sterkasti punkturinn í þessari mynd. Tónlistin var greinilega, svona 60 Minutes hafði mjög mikil áhrif á tónlistin á mynd. Ég er Andy Mori, Kvikmyndatakan er bara, flott eins og alltaf hjá honum í öllum myndunum hans og þannig að en svona, hvað var það innihald, ég veit ekki, þetta er ekki svona karakter-driven mynd, það er ekki einhverju svona eftirminnilegar persónur sem við höldum með eða við fylgjumst með einhverjum ákveðnum persónum og svona þróun þeirra eða eins og Arnar sagði, það heldur engin svona þannig sé söguþráður, þetta er ekki eitthvað ákveðið fyrir utan bara þessa atburðarás, þetta er í rauninni bara það er ekki spóla yfir svona karaktersköpun og já, sem er eiginlega svolítið vont því að í öllum þessum svona sprengju árásum og ýmislegt þá er þetta bara eins og eitthvað svona cannon fodder eða svona bara svona frauð sem er að springa og þér er alveg sama frauð og því að þú farið ekkert að kynnast í já, þú farið ekki að kynnast einum persónum Let the boys hit the floor já, maður getur ekki fundið til með karakterunum en maður þekkir ekki karakterunum já, einmitt maður getur ekki haldið með karakterunum ef þú veist ekki hvað það heita eins og þannig að þú ert svolítið bara að fylgjast með líkum bara já það er kannski það sem maður vil segja þetta voru bara þetta var svo mikið hermönnum sem að létu lífið í þessum átökum að þau eru bara eins og sandkorn á bara strönd eða eitthvað maður bara þekkir ekki þess að menna veit ekki hvað þau heita eða hvað í þetta er svo mikið af mönnum einhvern veginn að þeir eru bara náttúrulega ókunningjar einhvern veginn og þetta er íbúafjöldi Íslands já, akkurat svo ef við erum að koma frá þessari strönd 330.000, já, akkurat ég veit ekki alveg það gæti verið að svona álit fólks á þessari mynd muni skiptast svolítið ef þú ert áhorfandi sem að þú vilt sjá karaktersköpun, þú vilt fylgjast með einhverjum fáum persónum eða jafnvel bara einni persónu og svona þróun hennar eða þú vilt sjá einhverja sögu þá er mjög líklegt að þér mun ekki endilega líka vel við þessa mynd en ef þú ert einhver svona manneskja eins og við sögum áðan við erum allan að Korki og Arnór svona sögu nördar við veitum ekkert mikið svona eða það mikið en ef þú ert svona sögukall þú veist mikið seinni heimsstyrjöldina alltaf dót og já, fyrir heimsstyrjöldina og þá sennilega er líklegt að þér muni líka þessa mynda því að það er mikið svona smáatriðum eins og Heimir kom inn á þegar við vorum að horfa á myndina svona sem að er vel gerð hún er mjög vel gerð þessi mynd svona já, Christopher Nolan hann svona smáatriðin er alveg á hreinu hjá honum og búningarnir og allt svona landslagið og þú veist gefur mjög vel gerð spennandi atriði, bara svona góð hasaatriði og líka bara svona tónlistin líka ítur undir svona spennuna einhvern veginn og gefur mann alveg svona stressaðan yfir því hvað gerist næst tónlistin er nefnilega, hún er nánast út alla myndina, það er mjög sjaldan sem er svona mikil þögn eða það er alltaf eitthvað undirspilandi svona sem að það gerir ekki endilega grein á þú veist, hvar lagið enda og hvað að byrja þetta er bara eitt stórt lag sem á að magna svolítið spennun og halda þér einhvern veginn á svona er þetta ekki Hans Zimmer annars? Jú, það er einmitt Hans Zimmer sem er tónlistin á það er enda mjög furðulegt með þessa mynd furðulegt að því að hún er svolítið skipt í mismunandi tímaröð og því að við erum að fylgjast með í rauninni 3 atburðarásum í einu sem að gera samt
eiginlega á sama tíma, eða það er að segja frá 3 mismunandi sjónarhornum. Samt þetta vofið á mjög einkennilegan hátt, þú ert ekki endilega að, þetta er ekki endilega alltaf gerast á sama tíma, það er alveg fæði tilbaka, fram og tilbaka og þú veist, það er sýndur hluti sem að, ok, þú veist, þetta er sýnt fyrst en síðan tengist þessi, þú veist, annar atburður við þennan hlut. Því að það eru hermenn á ströndinni og sú atburðarás á að gerast í eina viku og svo er þarna Mark Rylance sem ætlar að bjarga deginum með sinni sínum á einhverju dollu þarna með tinna. Það gerast á einum degi og svo er Tom Hardy í háloftunum að reyna að drita eitthvað niður í Spitfire flugvél og það gerast á einum klukkutíma. Þannig það er land, sjór og síðan í loftinu. Þetta er svolítið svona skipt í þrennt. Fuck them on the beaches, fuck them on the land. Já, en hérna, bara, ef við að fara út í, stjörnur, einhvern, eitthvað. Já, ég myndi gefa þessari mynd svona. Ég ætla að velja að gefa einhvern, sorry. Já. Ok. Ég gef einhvern enn sorry. Sko, ég myndi gefa þessari mynd 3 stjörnur og aðalóta því að þetta er alveg góð mynd en stærstu gallin við hana er að mann er eiginlega svolítið sama persónurnar og því að mann er ekki að tengjast þeim þannig að maður er eiginlega bara svolítið fylgjast með fólki að deyja og það er ekkert alltaf skemmtilegt stundum en ekkert alveg alltaf sko. Bara ég held ég gef henni, ég er mikill aðdáandi Christopher Nolan en svona, ég er ekki svekktur eftir að hafa farið á þessa mynd en ég heldur ekki eitthvað svona, wow, svona eins og ég hef kannski áður verið eftir að hafa farið á Nolan myndir í bíó þannig að ég gef henni hálfri stjörnu meira en Arnór, ég segi bara 3,5 ég held að það sé svolítið mér fannst Baby Driver til dæmis miklu skemmtilegri einhvern veginn og meira gefandi og ég var svona ég get alveg, þú veist, farið á hana 3 ári í bíó og ég geti hort á hana alveg oftar en þessi mynd er svona geti hugsað mér að fara hana kannski einu sinni í viðbót í bíó en ekki endilega mikið oftar en það því hún er ekki beint svona, hún skilur ekki endilega mikið eftir sig en ég meina hún er velgerð og þú veist allt það en 3,5 stjörna frá mér. Já, ég ætla að gefa þessari mynd svona -1 stjörnu frá fullkomnu svona fullkomnu einhvern, ég ætla að gefa henni 4 stjörnur. Virkilega, þú veist, það vantaði bara góða karaktersköpun, það hefði þessa mynd bara verið fullkomin. Mér finnst eins og að hún hefði getað verið þú veist, ef Christopher Nolan hefði gert hana lengri það hefði hann kannski haft tíma til að hafa smá karaktersköpun, ég veit það ekki ég ætla að varla að kafa henni hug leikstjóran sko, en ég ætla að gefa henni 4 stjörnur út að þetta er mjög velgerð mynd og hún hélt mér bara í sætinu allan tíman klippingin ég ætla að gefa henni líka þú veist, þessi mínusstjörna er líka fyrir dálítið undarlega klippingu á ýmsum stöðum ef þið horfið á hana alveg í gegn þá fattu hvað ég menna en ég mæli með henni sterklega ef þið eru svona sagnfræði nördar og sérstaklega fyrir heimsstyrjöldin en líka, ef ekki líka við Saving Private Ryan kannski nú á fyrstu 10 mínúturnar því að myndin er basically eins og fyrstu 10 mínúturnar af Saving Private Ryan en já, ég mæli með henni þú veist, þetta er ekki feel-good mynd svo ekki fara á hana að þið vil ekki fara á hana með fjölskyldur mér líður svo vel Humankind það er svo rónt að sjá fljótandi lík í stúðum Já, ég verð allan að mér hissa að fólk fyrir að segja svona þessi mynd sé besta stríðsmynd allra tíma eitthvað svona hún er langt frá því að þú veist, ég meina Deer Hunter, Apocalypse Now, það er margar svona myndir stríð sem eru miklu betri en þessi mynd Já, en sem stríðsupplifun þá er mjög góð en ekki, það vantaði dálítið þetta mennska í þetta, það vantaði dálítið svona fólk með nöfn það er lægt að segja það bara Fury sem var hann að skriðdrekamyndi með Brad Pitt Le Buff on Tanks og hún var eiginlega betra þýldinu til að mann náði að tengjast miklu betra þessum karakterum og þú veist, miklu tíma með þeim og gast séð í rauninni hverja langanir þeirra voru aðrar en að komast bara heim mikið í þessari mynd mér langar bara að komast heim, komdu mig bara heim þannig að þessi mynd er svona svipuðum stað þar að segja hvað það var og ég verði að segja eitt reyndar með leikinn hjá Tom Hardy hann er svo góður leikar að flest alla myndina þá er hann með þú veist svo svipað bein grímu hann er með fyrir munnin og þú veist en samt tekst honum að leika mjög vel bara með augunum einhvern veginn þú veist hann tjáði mikið svona tilfinningum bara með augunum
og hann alltaf gerði það líka mjög vel sem Bane í Dark Knight Rises. Það líka alltaf, Mad Max, hann var líka með eitthvað shit á andlutu sínu. Já, ég myndi hann alltaf með eitthvað. Hann alltaf með eitthvað á andlutu sínu. Og svo svona, jú, Bronson var með yfirskegg, þú veist. Já. Muldrar alltaf líka. Já. En já, sennilega. I got bitten by Harrison Ford. You take the time hand over. Get off my plane. Það benda svona á. Don't you try to do something. I got a fat finger, buddy. En já, myndarinn að fara að deyja, svo Já, ég held að þau Bara, Eins og hermurinnir í Dunkirk. já, Hvað hlaði myndavél að douche? Okay. Myndavél að deyja eins og... Duskirk. Ok. bara, næsta mynd sem við fyrir á, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Fyrir maður styrmyndina War for the Planet of the Apes. Eða Valerian. Já. Eða The Emoji Movie. Hver Ó, já, einmitt, já. Já, fyrir maður hans. Ég ætla að gefa henni 2 thumbs up. Já. Vilt þú Ég ætla að senda henni smælum mér. enda þetta með hana? Já, ég endaði með það, ok. Ég bara- Við sjáumst bara í næsta bíl. Já. Og klipptu bara hana. Þetta er